Í þætti Kastljós hinn 27. mars 2012 var Samherji sakaður alvarleg lögbrot sem áttu að hafa falist í því að selja ferskan karfa til dótturfélags síns í Þýskalandi á undirverði. Í þættinum var ítrekað vísað til skýrslu Verðlagsstofu skiptaverðs sem átti að styðja þessar ásakanir. Í sjónvarpsþáttum sem Samherji lét framleiða nýverið var greint frá því að engin slík skýrsla hefði verið samin. Byggði það á nýjum og áður óbirtum svörum Verðlagsstofu til Samherja. Skjal það sem Ríkisútvarpið byggði umfjöllun Kastljós á hinn 27. mars 2012 nú komið í leitirnar hjá Verðlagsstofu. Ekki skýrslu að ræða, heldur 3 blaðsíðna óundirritað og ódagsett vinnuskjal. Helgi Seljan segir að þetta sé skjalið sem að hann hafi vísað til í Kastljósþættinum. Mér brá verulega þegar ég fór að skoða tölurnar í þessu skjali vegna þess að það staðfesta það sem við höfum haldið fram að þær ásakanir sem eru settar fram í þessum þætti eru allar rangar. Það skal tekið fram að þá flutti Samherji eingöngu út ferskan karfa af eigin skipum fyrri hluta árs 2008. Þá var krónan mjög sterk, þar að auki voru engin gjaldeyrishöft. Það því rétt að bera saman tölurnar úr vinnuskjali Verðlagsstofu fyrir árið 2009 því að þá krónan hrunin og þá búið að setja gjaldeyrishöft. Í öðru lagi þá skal tekið fram að Samherji á ekki öll þau skip sem koma fram í vinnuskjalinu. Samherji á ekki skipin Bjart, Ljósafell og Múlaberg. Í þriðja lagi kemur fram fyrir árið 2009 fékkst lægra verð fyrir ferskan karfa á fiskmarkaðnum á Íslandi og jafnframt á fiskmarkaðnum í Bremerhaven heldur en skip Samherja fengu fyrir sinn karfa. Hvernig hægt að halda því fram að undirverðlagningu hafi verið að ræða þegar að Samherji seldi karfan á hærra verði en fengist hefði fyrir hann á fiskmörkuðum á Íslandi og í Þýskalandi? Skjalið sýnir það að það voru ekki brot að ræða. Það því mjög dapurlegt að hlusta á fréttamenn hjá RÚV klifa á því að þetta skjal sýnir það að þær ásakanir sem settar fram í Kastljósþættinu 2012 séu réttar. Kom í ljós að Samherji hefði á árunum 2008 og 2009 selt sama félagi karfa á undirverði. Í ljós kemur að Samherji hf að greiða lægstu verðin en það fyrirtæki eina fyrirtækið sem að selja karfa í eigin vinnslu í Þýskalandi. Það að ræða beina sölu. Þau verð þó langt yfir þeim verðum sem fengust fyrir karfan í beinni sölu innanlands. Ef árin borin saman þá hafa þau verð sem Samherji hf að greiða hækkað verulega milli ára miðað við verð á uppboðsmarkaði í Þýskalandi. Þetta sýnir í hnotskurn þau óheiðarlegu vinnubrögð sem við höfum átt þola að hálfu Ríkisútvarpsins síðastliðin 8 ár.